Það HM inni núna í mars sem ég á reyndar eftir að ná lágmarki á, en ég held ég geti það alveg. Ég þarf að gera það held ég fyrir lok febrúar. Svo EM utanhús í Berlín verslunarmannahelgina og ég búin á lágmarki þangað, þannig að það fullorðinsmót, þannig að mér langar að komast í úrslit þangað. Já, klárlega. Ég náttúrulega náði lágmarkinu í Ríó 10 eða 12 dögum og seint í fyrra, þannig að ég allavega hef hlaupið undir þessu ólympíulágmarki og ég ætla mér að ná því árið 2020 og það hefur alltaf verið svona stóra markmið, þannig að ég hef engar áhyggjur að ég ná ekki fylgja því. Ég verð ekki reið ef mig gengur illa, ég verð meira bara sár og það einhverja svona tilfinningar sem eru bara ótrúlega lengi, meðan að gleðivíman það er kannski 2 daga, en ef það gengur illa þá er ég að hugsa það í mánuð jafnvel og endalast einhvern veginn að hengja á því, en mér fannst mjög erfitt þegar í Tallinn 2015 þegar ég bara algjörlega skeiti á bak og mér fannst eins og allir væri pælið í, en það var náttúrulega enginn að spá í það og það var bara út sumari sem ég var bara með það bak og eyrað og mér fannst það bara svona, ég skammaðist mín eitthvað. Mér fannst líka erfitt að ég var strax ótrúlega góð og svo einhvern veginn bara stoppa ég frá 15 ára til 18 ára og bara alltaf að hlaupa jafn hratt, jafnvel hægar og mér fannst það var rosalega erfitt og það er örugglega erfitt sem ég gengi í gegnum þessi 3 ár að þurfa að halda haus og halda alltaf áfram. Ég var alltaf svo hrædd hvað öðrum fannst og fannst ég alltaf vera að gera þetta til dæmis bara fyrir þjálfara minn eða fjölskylduna eða jafnvel félagið eða landi, en ég er bara aðeins fyrir sjálfa mig og ég hef fundið það bara upp á síðkastið því ég er farin að hugsa það. Þá einhvern veginn legg ég líka bara miklu meir í þetta. Ég er að fórna ótrúlega miklum tíma í þetta, en það er bara gert fyrir mig sjálfa. Ef mig gengur vel eða illa, það er enginn að spá í því, það er gaman í 2 daga, en svo er það búið. En þetta gefur mér svo miklu meira bara fyrir sjálfa mig og bara fyrir framtíðina að geta hugsað tilbaka og horft á hvað ég gerði flotta hluti. Það er Sturla Atlas, I know. Það er bara eitthvað við þetta lag sem þegar ég er að keyra heim úr skólanum og þarf að gíra mig upp fyrir æfingu, þá setja ég þetta alltaf á Bluetooth í símanum, helst í botn. Það er bara eitthvað við þetta lag sem lætur mig líða vel og lætur mig slaka á. Lag sem ég hlusta alltaf á áður en ég fer að keppa, það er með Duke Dumont, Ocean Drive. Það finnst mér svolítið vera bara svona ég að hlaupa. Ég hugsa það í textanum allavega. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. Ef mér líður illa og þarf að gíra mig upp, þá hlusta ég á Rockstar með Post Malone. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.